Það aldrei að þú ert með tróðna innkaupatösku, Petra. Já, Emma, hún full af bakstusvörum. Ég með nýja uppskriftabók og myndirnir í henni eru allar svo fallegar að ég vissi bara ekkert hvaða köku ég átt að baka fyrst. Svo þú ætlar þó bara að baka þér allar? Hvernig vissirðu það? Ég veit bara að værir ekki pera, þá værir þú svín. Ég get ekkert að þessu gert. Ég í rauninni ekkert matgráður. Mér finnst bara svo gott að borða og borða og borða. Hvað ætlar að baka í dag? Súkkulaðikökur, rjómakökur, rúllutertu og... Petra þó, þú verður bara veik. Nei, alls ekki. Því að þú kemur í tebót til mín og hjálpar mér við að bolla þær upp allar til agna. Við sjáumst klukkan 4. Mér finnst svo gaman að baka kökur. Megum við sleikja úr skálinni, Petra? Já, viltu leyfa okkur það? Látið mig nú í friði, strákar, ég þarf að baka svo marga kökur. Já, hvað láttu ekki svona, Petra? Við erum glórhungraðir og það liðinn hálftími síðan við borðum morgunmat. Svona, hérna fáðu þið keks og komið ykkur svo burt. Þið nú meiri ormarnir. Svona, nú, burt með ykkur. Vá, frábært. Alveg æði. Guð minn góður. En sá ilmur. Ilmur, svei mér þá. Ég baka nú betur en þetta. Láttu ekki svo kjáni, Pési. Það bakar enginn eins góða kökur og Petra. Ekki það? Ég skal sýna þér það. Komdu bara í tebót til mín síðdegis og þá komumst við að því hver bakar best hér. Þetta minnir mig á svolítið. Hver er munurinn á rúllutertum og mótorhjólum? Það veit ég ekki. Hver er hann? Það þýðir það ekki að senda þig eftir rúllutertum. Ég sé að Petra er enn á fullu. Ég held bara hún springi og hún hættir ekki að borða svona mikið. En hún drekkur þó ekki og ef hún gerir það myndur hún alveg fara í perumögg. Ef nú Pési piparditti á piparbaukinn upp að mitti, myndi þá hann piparpési pipra alveg upp að Pési. Þetta er bara vísa. Hún er ekkert mig. Er það nokkuð? Það nú ekki að rífast eins og krakkabjánar. Ég þarf að fara á kaupinn. Já, ekki kaupa hennar kökur. Myndu að þú átt að koma í tebót til mín. Aldrei býður neitt mér í tebóð. Já, ég er nú ekki til á því. Þú myndir drekkja kökunum í tárum. Þú ert svo dónalegur við mig, Pési Pipar. Þú mátt koma í tebót til mín, Lúli. Ég ætla að baka kökur sem eru alveg eins góðar og Petrukökur. Segirðu satt? Mér þykja kökurnar hennar Petru svo góðar. Og ég er svo dauðsvangur, Óla. Eru kökurnar ekki tilbúnar? Ekki alveg. Þær þurfa 20 mínútur. Klukkan hefur stansað. Og nú brenna kökurnar mína við. Fallegu kökurnar mínar. Fínu kökurnar mínar. Æ, tómi mallinn minn. Petra, við getum aldrei borðað þetta allt. Viltu veðja? Já, við, að við gætum þú reynt, er það ekki? Það sýnast afskaplega ljúfengar. Ég verð að gæta að línunum, ég ætla bara að fá mér eina. Ég minn. Þetta var nú hér bil of mikið. Vitleysa, þú sagðist vilja eina og hana fékkstu. Borðaði hana nú fljótt áður en nú miklar. Hver er þar? Það er bara ég, Óla. Nú, það ber ekki á öðru. Hefurðu verið að hreinsa strompinn? Þú ert eins og sótari að sjá. Nei, ég var að baka. Hvað? Sótarakökur? Nei, bara kökur. Kökur? Ég tók þær ekki úr ofninum í tæka tíð svo þær brenndust. Mikið vippi er alveg að deyja úr hungri. Gæturðu lána mér eitthvað af þessum ljúfengu kökum þínu, Petra? Auðvitað, Óla mín. Þakka þér kærlega, Petra mín. Þær eru svo miklu fallegri en ég hefði getað bakað. Jæja þá, kannski við fáum að borða í friði. Ég er alveg glórhungruð. Fyrirgefðu ónæði, Petra. Ég hef hagað mér eins og kjáni. Útskýrðu máli, Kalli. Ég er búinn að bjóða Lúlla í tebóð. Og hvað er svona kjánalegt við það? Og ég kann ekki að baka. Já, ég skil. Alls ekki best að þú fáir hjá mér kökur. Ég var að vona þú segir það. Þakka þér kærlega.
Æ, nú get ég borðað fullan disk af kökum. Ég er bara að verða svöng. Kakan mín er horfin. Þú ert búin að gefa hana. Hafðu engar áhyggjur. Fáðu þér aðra. Það er víst best að kveikja undir katlinum aftur. Teð er orðið kalt. Ég er orðinn alveg dauðleiður á þessu öllu. Hvað er á seyði, Pési? Ekkert. Það er einmitt það sem er að. Og hvað? Kökurnar mínar lyfta sér ekki. Það eru flatar eins og pönnukökur. Ofnin var í ólagi og ég sem var búinn að bjóða Gulla í teboð. Ég sagðist baka svo góða kökur og nú skellir hlæðina öllu saman. Gættu þín, Pési, þú getur farið í gegnum gólfið. Mér er sko alveg sama. Svona stilltu þig nú. Ég er alveg fokillur, ég læt ekki hlæja mér. Jæja, ég verð þá víst að gefa þér kökur líka, Pési minn, svo að það verði ekki sprenging hér í eldhúsinu. Hérna, nú ætti Gulli að verða ánægður. Ó nei, ég ætla að borða þér alla sjálfur og það fyrir framan nefið á honum. Það er mátulegt á hann. Sjáðu, það er ekkert eftir. Ekki agnar móli, þú ert búin að gefa allt. Allar indælu kökurnar mínar. Súkkulaðikakan mín, rjómakökurnar mínar, rúllutertan mín, allar horfnar. Hvað á ég að gera? Ég er svo svöng. Við getum þó alltaf farið í boði til Pésa, Kalla og Ollu, en þá þurfum við að flýta okkur. Bara ég væri ekki svona góður bakari. Þarna gafstu mér hugmynd. Það sem þorpið okkar vantar er tehús og við skulum standa fyrir því. Við erum báðar svo góðir bakarar. Svona nú, allt tilbúið í tæka tíð fyrir opnunarveisluna. Þetta er alveg dásamlegt. Vorum við ekki heppnar að finna þetta hola tré? Það er einmitt rétti staðurinn fyrir tehús. Ætli Mangi sé búinn að hengja upp skrautljósin úti? Við skulum gá að því. Hvað er líkt með trjám og spilum? Þau hafa lauf. Ís. Það er víst best að setja upp ketilinn, Emma. Fólki fyrir að koma. Farðu nú með bestu rjómabálurnar og ég kem með smákökurnar. Hvar eru rjómabólurnar? Fatið er tómt. Það hefur einhver rænt kökunum okkar. Hefur einhver mathákurinn læðst hérna inn með að við sjáum ekki til. Ég vissum að það hafi verið Bogi og Þremill. Þeir skulu svei mér fá fyrir ferðina. Þið getið hægt að smakka á eigin kökum, stúlku mínar. Ég held að gestirnir séu komnir. Fyndu þá Boga og Þremill fyrir okkur, Mangi. Þeir eru búin að borða bestu kökurnar okkar. Hvar eru kræsingarnar, stelpur? Húnna, játið þið nú strax. Þið stálu kökunum okkar. Hvaða kökum? Við stálum engum kökum, er það nokkuð, Emil? Ég hef ekki séð köku í viku, ég vil mánuði saman. Ég trú ykkur ekki. Náum í rannsóknarlögregluna. Þið megið ná í sjálfa löggustjóna fyrir mér. Við gerðum þetta ekkert. Þið eru saklausir. Hver var að þessu? Hver var að þessu? Það er eins og það hafi fallið að himnum á hann. Ég held að við höfum farið hóluvilt. Einfalt mál, Mangi minn. Gefðu þig fram í kornið, þú ert umkringdur. Staðinn að verki. Komdu með kökurnar okkar. Stiltu þig, Petra. Nú, hann bísaði kökunum okkar. Og þú bísaðir eldhúsinu mínu. Hjálpi mér, við vissum ekki að þú ættir það. Jú, ég á það. Það er í kallaranum hjá mér. Þetta tré er húsið mitt og það hefur alltaf verið það. Hvað hefur við nú að gera? Okkur langaði svo til að setja upp tehús. Nú veit ég. Við skulum gera samning. Ef þið gefið mér eina svona ljúffenga rjómaból á dag, þá megið þið vera. Þú mátt fá 2. En hvað með okkur? Já, við samast vera saklausir. Já, við vorum vondir við ykkur strákar. Fyrirgefið okkur. Og þið getið fengið eina ókeypis köku hvor á dag. Húrra! Og hvað með mig? Hefur þið heilt talað um vassbollur? Já, auðvitað. Þú ert búinn að fá bolluna og þá þarftu bara vatni til að skóla hann að þér.